Það fyrsta sem ég myndi vilja gera væri að hætta að senda fólk í gjörsamlega vonlausar og jafnvel hættulegar aðstæður. Þá ég að tala fólki sem við erum að endursenda til Grikklands og Ungverjalands og ég að tala flóttafólk. Jafnvel þó að það sé byggt á því að þarna sé búið að veita fólki alþjóðlega vernd og annað, þá þetta ekki það sem hægt að kalla virka vernd. Það ekki tímabundið ástand sem fólk býr við í þessum ríkjum, þar sem að það býr við algjöra örbirgð. Það engan aðgang að húsaskjóli, að atvinnu, að heilbrigðiskerfinu og annað, svolítið ólíka aðstæðurnar í þessum tveimur löndum, en í Grikklandi snýst þetta fyrst og fremst kannski grunnlífsviðurværi, það bara hafa þak yfir höfuðið og aðgang að heilbrigðisþjónustu og mat. Í Ungverjalandi snúast vandamáli meira kannski ofbeldi, gríðarlegt ofbeldi sem að flóttafólk verður fyrir þar í landi, af hálfu ríkisstjórnarinnar, af hálfu lögreglu, af hálfu almenning sem látið óáreitt. Maður myndi kannski skilja það að einhverjum þætti í lagi að fólk byggi við ákveðna erfiðleika í einhver tíma, en þetta er bara það sem að bíður þeirra. Það oft sagt, við getum ekki bjargað öllum heiminum. Þannig að krafan ekki svo að við björgum öllum heiminum. Krafan bara svo, einfaldlega svo, að við hættum að vísa fólki á dyr sem að þó hingað kemst. Það erfitt að koma til Íslands. Það auðvelt skrifað að einfaldlega fagna þeim sterku einstaklingum sem að þó hingað komast og ekki að vísa þeim á dyr. Það væri stórt skref og mikilvægt og einfalt.